hvar sér þú sko hagnaðin í þessari sameiningu? Hvar samlegðar áhrifin? Það í fækka starfsmönnum með samnýta tölvukerfin eða það sem kallast fjártækni sem við erum nú framalega í? Valla það nú húsnæði, það búið að fækka kannski. Hvar sérðu hinn raunverulega sparnað verða til við þessa sameiningu? Það í raun og veru á tveimur stöðum. Já. Það nákvæmlega það sem menn hafa bætt á, það náttúrulega gríðarleg sparnaði sem verður til við að segja upp öllu fólkinu og þú ert ekki að hafa 2 af öllu, sko. Það var hægt að fækka mjög mikið. Heldur það sé svo að það sé bara hægt að það sé hægt að segja upp þarna við sameiningu, að það sé hægt að segja upp fjöldamanns? Ég held að það væri hægt að segja upp mjög mörgum. Já, ok. Þar erum við að sjá í starfsmannahaldi. Já, það væri í starfsmannahaldi, en svo það sem ég talaði að það í fjármagn og sérstaklega erlend fjármagn. Og það náttúrulega í formi lægri vaxta? Já, okay. og skuldabrjótka. Og hér að tala það var 500 milljarðar. Já, og þar við tökum ekki lán í erlendur meint, sko, svo þetta engin áhrif hérna á Íslandi, en þetta bara vegna þess að stóru fyrirtæki í Íslandi. Þetta ímyndaði hvernig fyrir sko bankana að lána, það að verða mjög erfitt fyrir íslensku bankana að standa með stóru fyrirtækjum sem með gjaldeyri í erlendri mynt vegna þess að bæðir einhverjum ærri, þeir eru með sérstaka skatta þeir eiginlega komið svolítið sami vandinn og var hérna fyrir sko 30-40 ára sem þeim voru með veikburða bankakerfi. Bankakerfi getur ekki fyllt viðskiptavinns vegna þess að nákvæmlega út af þessu sem þeir eru að tala náttúrulega bæði það að það er sér íslenska regluverki en það er líka bara kjörin sem það er að fá. Svo að það þar sem ég sé. Eru þá stóru fyrirtækin farin að tengja framhjá og fara bara beint út? Já, sem náttúrulega hefur alltaf verið. Það hefur alltaf verið. En þú ert að segja að þarna eru bankarnir að keppa við, þarna eru bara að keppa alþjóða markaði. Þannig þeir eru svona bara eins og sparisjóður hér heima, sinna svona launareikningum. Nær samfélaginu. Já, launareikningunum og svona, en þegar kemur að því að fjármagna stærri verka, þá eru þeir eru vel ekki samkeppnishæfir. Já, það náttúrulega kerfið var áður og líka fjárfestingabanki og svo viðskiptabanki. Það var kannski fjárfestingarhliðin sem fór með okkur á sínum tíma. Já, en sko þarna líka, það var fjárfestingarhliðin en sko við erum ekkert að fara að lána erlend fyrirtækjum svo þarna. Þetta bara íslensku fyrirtækjum sem eru með gjaldeyri í erlendri mynt, sko. Og íslensku bankarnir eiga bara mjög erfitt með það í dag. Allan að keppa við á sanngirnisku grundvelli í gagnvart erlendum bönkum. Heldur að þetta sé kveikjan að því að menn fara að koma með svona yfirlýsingar? Ég held að, það sé að hluta til, þetta svona sem maður velt fyrir sig með lengi, sko, og maður er búin að vita mjög lengi að með þessu stóru fyrirtæki að það skökk samkeppnisstaðan gagnvart íslenskum bönkunum út af þessum sérstöku sköttum og fjármálafyrirtæki og þessu íþyngjandi kröfum meginfjárhlutfall og sem svona kannski stífari en næstar og svo númer 3 að það rosalega erfitt, mann setja bara fyrir sig hvað skuldabrjóðgarnir litlar og bankarnir litlir og það gerir það bara í mjög veikri stöðu við að fylgja. Hefur þú trú á því að þetta veri leyft? Það ég held að þessi meiri líkur að það væri eitthvað verið sem við erum með eins og segi, í sögunni hefur verið einhverja svona lausnir. Svo að það var það sem að velti fyrir sér að þetta væri og þarna sko milljarða ávinningur. Þannig að þú nær 20-30 punktur niður á kannski 600 milljarðar tappa, þá það 1-2 milljarðar. En ég veit ekki, þetta bara hugmynd sem ég var að varpa fram og þetta svona það þessum hins vegar hinhlutin sem ég held að sé mjög erfiður, það innlendi markaðurinn. Þar vilja stjórnvöld örugglega sjá 3 bankar lágmarki.